Jæja, þá getum við byrjað aftur. Þá ætlum ég bara að biðja ykkur að staðfesta að þið heyrið í mér. Flott, takk. Þá leggjum við í hann. Hér er skiladæmi 8. Og þið ætlið í raun og veru að sanna bara þessa reglu. Gefin er tvintala seta, margföldu við samantölu sína, þá fá við x í öðru pluss y í öðru. Og þetta er bara já, við fáum rauntölu, þannig þetta er alveg það sama. Skiptir engu máli hvort við skrifum undan seta samókseta eða samókseta seta. Þetta er alltaf x í öðru pluss y í öðru ef þetta eru sem sagt liðir tvintölunar. Og hvernig notum við þetta? Við notum þessa hérna stærð þá til þess að tákna stærð tvintölunar seta. Það er þá skilgreiningin okkar. Þetta verður þá raunhlutinn sem er x-ið í öðruveldi pluss þverhlutinn í öðruveldi sem er setan. En þetta er náttúrulega líka stærð tvintölunar seta samokka, þar er á sömu stærð. Og svo til þess að ákvarða lengd tvintölu, þá drögum við rót. Fyrir vigra höfðum við þessa skilgreiningu, stærð vigus seta, það sem að vigus seta er þá gefin x á í, þetta er stöðuvigur punktsins, x, í, hann getur að heiti stóra seta, stóri bókstafa fyrir punkta og tilsvarandi stöðuvigur, lítill stafur með ör ofan á og tvintala er bara lítil seta. En stærð þessa vigus fengum hana. Þetta er bara langhliðin í öðruveldi. Þetta er rauninni bara regla Pýþagórasar. Svona. Og svo lengdin er þá að draga rót. Alveg nákvæmlega sama hátt og þegar við vorum með eitthvað þríhyrning svona. Og svo við, ef þetta er eitthvað tala, sem við getum með x-ið og þetta er einhver tala líka. Svo er eitthvað ferningatalnanna. Ef flatamáli hér er x í öðru, flatamáli hér er í öðru, þá séum við þetta væri, já. Við vorum með a, b og c, nú heitir þetta bara eitthvað annað. Þetta er til dæmis q, seta, ef við lítum á þetta sem vigra. Bara að segja langhliðin í öðruveldi. Og ef þetta er nú tvintölur, þá er þetta flatamál hér. Það er raunhluti setu í öðruveldi. Og þetta flatamál hér. Hérna. Það er þverhluti setu í öðruveldi. Svo notum við nú ekki svona viða mikið táknmál, heldur setjum bara annað veldi hér. Og þetta hér er þá bara lengd setu í öðruveldi. En þetta er stærð sem kemur á undan. Þetta verður seta. Seta samókseta. Svona. Þannig að við höfum þessa skilgreiningar. Og hér er bara verið að ræða þetta. Skrifum kós í öðru x svona, í staðinn fyrir
í staðinn fyrir cos af x allt í öðru. Notum við þetta táknmál og það er vist síðan bara fyrir raunhluta og þverhluta. Og hér erum við bara að sjá að við getum fengið þetta út bara með margfaldabúrsvígum. Hér erum við með x plus eitthvað og x mínus það sama og það er alltaf samanreglan nema að nú notum við eldareglur, fáum hér y í öðru og y í öðru er mínus 1 og mínus mínus 1 plus 1 og þetta gefur okkur þá stærðina a í öðru plus b í öðru jafnt og c í öðru. Og þar með getum við fundið hvað c er í svona þríhyrningi a, b, c. Og svo ætlum við bara að æfa okkur í að nota þetta, reikna stærð setu og samokseta og það verður að vera sama talan. Tindhæðnarsléttan og hér er seta, hér er samokseta og stærðin er þá svona. Þetta verður að vera jafn mikill flötur. Og við bara komum stað í. Stærð setu, það er seta samokseta, raunhluti seta í öðru og þverhluti seta í öðru. Það er að segja mínus 3 í öðru, plus 4 í öðru, 9, 16, 25. Allt í lagi. Samokseta. Við skrifa hérna hjá hvað það er. Samokseta er mínus 3, þá mínus í 4. Setja þá þessa tölur annarveldi. Það er mínus 3 í öðru og mínus 4 í öðru. Hugsum þetta þá svona, mínus 3 plus í mínus 4. Og við fáum þetta alveg það sama. 16 plus 9 eru 25. Og þetta eru bara Pýþagórskir þríhyrningar, þannig að við fáum hér að lengd setu er 5 og lengd samankotölunar er alveg sama lengdin. Já. Það er ekki að benda og Sævar á að koma á fund bara. Hvað er þetta? Já, svona. Og svo ætlum við bara að æfa okkur í þessu. Hér eru hér er allavega sýnidæmi og svo fylgir því skiladæmi til þess að vinna úr. Maður reikna út þessar stærðir og lengdir. Og þá getum við fengið meira út úr lausn á annarstigsjöfnu. Og þetta er svona undirstöðu mynd sem við getum haft fyrir augunum. Við erum að velta fyrir okkur hugmyndinni að fylla í ferningin. Við höfum hér grunnlínu sem er r plus b á móti 2a og sömu hæð r plus b á móti 2a. Við margföldum upp úr. Þá fáum við r í öðru, 2 svona, þannig að tvistarnir styttast út, fáum bara b á móti ar og svo fáum við hér flatamál þessa ferningsir, b í öðru
á móti 4a í öðru, þessi sinni þessi. Þannig þetta er hugmyndin. Að við viljum alltaf reyna að koma vinstri hlið þegar við erum að reyna að leysa fyrir R. Við erum einhverju jöfnu á þetta form hérna. Og rifjum aðeins upp bara hvað við kunnum. Hér erum við með rauntölur. Hér erum við með jöfnu. Við ætlum að finna R-ið og við vitum að þetta er formúlan. En til þessa höfum við bara ráðið við tilvikin þegar ákveðan, sem við kallum oft bara D, sem er skilgreind svona, B í öðru mínus 4AC. Við höfum bara ráðið við tilvikin þegar þetta er stærri 0, upp á að geta dregið rótina hér. Við verðum að vera með jákvæða tölu hér undir rót. Eða þegar D, sem er B í öðru mínus 4AC, er 0. Þetta er oft kallað tilvik 1 og þetta er kallað tilvik 2. En þessi tala hérna, B í öðru mínus 4AC, hún ákvarðast náttúrulega bara því hvað B er, A er og C er. Og það getur auðvitað gerst að hún sé minna en 0. Og það er nákvæmlega þessi tilvik þegar við vorum með fallrit annars stigs marglíðu sem við köllum fleiðbúa þegar það skar ekki lóðréttásin. En nú þegar við höfum tvinntölurnar þá getum við gefið því merkingu, við getum þátt á jöfnur. Og þannig við gerum þetta bara aftur og upp á nýtt. Fínt er, við ætlum að leysa þessa jöfnu, leysa R úr henni. Þá höfum við, við byrjum að deila með A, við viljum hafa þolustu stöðulinn 1, við viljum stala jöfnunni eins og sagt er. Þannig að við deilum í gegn með A. Hér, hér og hér. Og 0 deilt með A er bara 0. Og svo leggjum við mínus C á móti A við báðar hliðar. Þá losnum við það hérna og við sjáum það hér. Og svo bætum við þessari tölu hérna við. Við höfum ekki breytt neinu. Við höfum sett það sama á vogarskálda beggja vegna. Það til þess að hafa þetta hérna form. Vorum með þetta og viljum að þetta komi á vinstri hliðina. Gott og vel. Og þá komið. En til hvers að sáð, það var að geta þáttað, skrifa þetta sem ferningstölu. Þannig hér er ekki annað eftir en að gera samnefnt. Það gerum við hér og hér þáttum við. Og þá höfum við fyllt út í ferningin. Svo notum við bara tölugildisreglur eða rótareglur. Við drögum rót af einhverju öðru veldi. Og almennt er bara rót af T í öðru, það er tölugildið af T. Af hverju? Vegna þess að ef að T er til dæmis mínustala, setjum við í annað veldi þá fáum við út eitthvað sem jákvætt, en líka ef við setjum jákvæða tölu í annað veldi. Þess vegna náum við báðum tölunum, mínustölunni og plústölunni, með því að setja tölugildanar. Þá tökum við rótina hérna með líka, svo drögum við rótina af 4, von 2 og rótina af A í öðru er tölugildið af A. En svo þegar við fellum tölugildið, þá kannski stuttasagan að segja stuttasagan svona, að tölugildið af T í sumum bókum skrifa svona, það er T ef T er stærri en 0, en mínus T ef T er minna en 0. Þetta er strangt tiltekið ekki alveg nógu gott. Það er mikið eðlilegra að líta svo á að T er plús lengd sín ef að T er stærri en 0 eða jafnt á 0, að fá að 0.
En t er mínus lengd sín ef að t er minna en 0. En þá getum við líka litið svo á að tölugildið af t fær margfaldur hér í gegn með mínus 1. Þessi pluss t og tölugildið af t er mínus t ef t er minna en 0. En það er þessi hérna jafna sem er eðlileg. En hvað fáum við marga möguleika? Þetta getur verið pluss eða mínus. Þetta getur verið pluss eða mínus. Skrifa það bara allir upp. Og mínusinn og plussinn, þá fáum við þessa. Og mínusinn og mínusinn, þá fáum við þessa. Plussinn og mínusinn, þá fáum við þessa. Mínusinn kemur hérna úr ræðinu. Og loks plussinn og plussinn, þá fáum við þessa. En þessi hér, mínus og pluss hérna megin, er alveg sama á þessi hér. Pluss hérna megin og mínus hérna megin. Það er bara margfaldið í gegn þessu jöfnum mínus 1 til að sjá þetta er sama. Og eins er þessi hérna jafna og þessi hérna jafna. Þetta lýsir alveg saman hlutnum. Það þýðir þessi hérna jafna, númer 8, hún svarar bara til 2 tilvika. Þessi, já, annars vegar er þetta jákvæð tala eða neikvæð. Hér má alveg vera tölugildi á a-inu, en það skiptir bara engu máli. Ef a-ið er mínustala, þá kemur mínus hér og þá kemur líka pluss hér, þannig að svona kastast á milli. Þannig að látum við þetta nægja. Og svo er ekki annað en að færa þess að hérna ef ég jafnaði merkið, eða það sem betra er að leggja mínus b á móti 2 hér við og leggja mínus b á móti 2 við hér. Þannig að við getum skrifað þetta. Ég með 2 svör, svona með þessari hérna framsetningu. Þá skulum við aftur fara hingað og skoða jöfnuna á þessu formi. Þessa. Hvað höfum við? Hér höfum við einhverja tölu í öðru veldi. Hér höfum við einhverja tölu í öðru veldi. Og hér höfum við í nefnara, já, eitthvað sem er jákvætt. En ef d-ið, þetta hérna, ef það er í alvörunni mínustala, þá erum við með einhverju tölu í öðru veldi sem er mínustala. Þá verður þessi tala hér að hafa komið og tvinntölunum. Hún verður að hafa verið á þessum ás hér, sem við stundum kallar IR, sem sagt, og snúa rauntala ásnum hóttarétt. Vegna þess að d er þá mínus lengd sín og mínus er bara í öðru, mínus 1, eða samokkið í öðru. Leysa þessi hérna tala, hún er þá annarkvort í og rótin af tölugildina d eða samokk í rótin af tölugildina d. Þetta getur við tekið saman í einu jöfnu. Þar með erum við búin að bæta 3. möguleikanum við. Við höfum lósið stækið til þess að þátta þennan í tilvikinu þegar d-ið er mínustala. Við getum dregið rætur af mínustölum. Og þetta hérna er gamalkunnugt. Og þetta er þá það sem bætist við. Svona verðum við að skrifa svörin okkar því að þetta d hérna er 0, minna en 0. En það var kannski ágætis staður og stund til þess að rifja upp af hverju þessi þáttaregla er sönn. Af hverju er þetta rétt? Það er langt frá því að vera augljóst. Og
Ef við verðum þetta bara upp fyrir tilvikið því að d er stærri en 0, þá skulum við, já, vegna þess að alltaf þegar maður er margfalda saman einhverjar tölur, x mínus r1 og x mínus r2 ef margfaldum upp á svigum, þá fáum við x í öðru mínus x1 r1 r1 plus r2 sinnum x og svo plus r1 r2. Og svo var hérna a líka. Nema hvað að þetta verður að gilda. Og margfaldum upp á svigunum hér, með þessu a fyrir framann, fórustu stöðlunum, þá verður þetta að koma út. Þá var mjög eðlilegt að reyna að skoða með gefna rætur. Hvað er þetta? Og þá leggjum við bara saman. Þetta er fyrri rótin plus seinni rótin. Svo þegar við leggjum saman þá sjáum við að þessi hérna liðast burt. Og við fáum þá bara tvennt af því sama. Og það er 2 í nefnara, svoleiðis að við fáum mínus b á móti a. Og þá verðum náttúrulega að tóka hvað þetta hér er. Hvað er margfeldi rótana? Og þá margveldum við saman, þetta er samankoregla. Fáum þessa hér í öruveldi. Og milliliðirnir styttast út. Og við fáum rótina d sinni rótina d. Deilt með 4a í öðru. Og svo þegar við fellum svigan hér, þá sjáum við að b í öðru hverfur. Og eftir stendur bara 4ac á móti 4a í öðru, sem er c á móti a. Allt í lagi, við getum þá að nota það. Við skulum þá bara margfalda upp úr svigum, bara eins og við kunnum. Við fáum hér a, svo þegar við búin að margfalda upp úr svigum þá fáum þetta hér. En nú veitum við hvað summa rótana er. Og þessi tala hér. Sjáðu þið, í mínus. Þess vegna kemur mínus á móti mínus, þess vegna er þetta plústala. Og svo fáum við hérna c á móti a, það var margfeldi rótana, r1 og r2. Þannig við endur heimtum almenna formið. Þannig að þetta er allt ósköp eðlilegt. Þannig við getum þátt annars stigs margliðu á þennan hátt ef við þekkjum ræturnar. Og svo bara rifjum við upp hvernig þetta er gert núna þegar við erum búin að fá þessa nýju tækni. Að aðgreinirinn d má vera mínustala. Og byrjum á einhverju svona. Að við teiknum þennan fleipa fyrir upp. Þá liggur hann hérna allur fyrir ofan x-ósinn. Og svo þegar við reiknum náttúrulega p sem er 1 í öðru. Mínus 4ac, það er 4 sinnum 2 sinnum 3. Þá fáum við 1 mínus 24 sem er mínus 23. Sérlega er þetta minna en 0. Og þá vitum við alveg hvað við erum að gera. Við erum að nota þessa formúlu hér til þess að setja fram ræturnar. Og svo setjum við þá bara inn tölurnar. Hvað svo? Ef við erum að þátta, þá notum við þetta hérna form. X mínus önnurrótin sinnum x mínus hinrótin. Þá sjáum við að því það er mínus í formúlu, að við getum bara hort á þetta svona, setjum mínus á þennan, fáum plús, og mínus á þennan og fáum plús. Þá erum við búin að gera ráð fyrir þessari, og svo eins með hinn setjum mínus á þennan og fáum plús og mínus á þennan. Hann var jákvæður þannig við fáum mínus hér. Og svo getum við náttúrulega alltaf sannleitt með að margfalda aftur upp á svigum og við fáum þetta. Og svo er ágætt að gera þetta bara í MATLAB. Hreinsa, allt úr vinnurými. Og ef það hefur verið guð á gluggann, þá blásum við það í burtu. Skilgreinum táknbreytu. Við höfum hérna A er 2, B er 1, C er 3. Ég er rétt hjá mér. 2 er 1, 3, já.
Og við þessu reiknum þetta út. Ég ætla að hafa það symbolíska breytur eða tákbreytur. Þetta formúlan. Og markvæld upp. Ég sé að þá ættir að taka til hérna. Þá bið ég bara MATLAB að gera það, einfaldaðu. Og þá gefur hún jöfnuna sem við byrjum með. Fínt. Og svo höldum við bara áfram. Þátta hægri hliðar annars til smarhliðana og skila mynd og geogebru. Og við byrjum bara á myndunum þá. Þá ætti það að líta svona út. Bara búa með til pláss. Láta góða. Sækjum þær bara. Öfund af augunum. Svona. Ætli þessi ekki þægilegast að byrja að teikna þessu sem númer B. Við sjáum allavega að við skoðum F2 af X. Þá getum við þáttað X og X plus 2. Hvernig er þetta 0? Það er þegar X er 0. Og hvernig er þetta 0 fyrir hinn þáttinn? Það er X er minus 2. Segjum X er minus 2 sé hér. Þá veit ég að samhverfa ásinn er hérna mitt á milli rótana. Þannig að ferillinn lítur nauðsynlega einhvern veginn svona út. Svona. En þá veit ég alveg hvernig hinni líti út. Þessi hérna er alveg eins og þessi nema búið að færa hann 1 niður. Þannig að GeoGebra ætti að gefa okkur svona mynd. Hliðraferlinu 1 niður. Þannig að alveg eins. Og hérna er búið að hliðra þessum ferli hér 1 upp, þessum svarta. Þannig að alveg eins, sama samhverfa ás. Óps. Það er búið að hliðra 1 upp. Þetta er alveg skelfilega teikninga. Og svo hérna 2 upp. Ég held að við ættum bara að ná okkur í GeoGebra. Mikið betur í þessu. Við byrjum bara á X öðru plus 2X. Fyrsti var mínusið. Og næsti X öðru plus 2X. Þetta passar nú alveg við það sem vorum að gera. Nú stakka þetta aðeins. Og þriðji var X í öðru plus 2X svo plus 1. Það passar, það er hægt að þátta hann beint. Við getum notað. Já, þetta eru allavega tvíliðu stuðlarnir hér. 1, 2, 1. Og svo næsti, hann X í öðru plus 2X. Nú erum við komin 1 upp til viðbótar. Sjá, hvað var þetta skrítið? Eyðum honum bara. Gerum þetta aftur. X öðru plus 2X plus 2. Þannig hér ættum við að fá 2 rætur. Hér fáum við líka 2 rætur. Hér verður D-ið plústala, hér verður D-ið plústala,
Hér verður d-ið 0 og hér verður d-ið mínustala. Þannig við notum allar 3 formúlurnar. Við skoðum alltaf þennan gráa hér, þennan efsta. Þá höfum við b í öðru, sem 4, mínus 4 sinnum, hérna höfum við 2 sem 8, sinnum 1. Þannig það er greinilega mínustala. Hér verður d-ið að vera 0, það er bara 1 rót. Við getum bara tekka á því, b í öðru, 4, mínus 4 sé 4 sinnum 1 sinnum 1, 4 mínus 4 er 0, það passar. Og hér ættum við að fá líka b í öðru sem 4, að sé. Og það er 0 hér, séð er 0. Þannig að d-ið er bara 4. Við skulum bara stroka þessa skelfingu út. Og hérna vorum við bara að æfa okkur í að nota eða svona sjá samhengið bara. Og svo er bara að taka mynd af þessu og GeoGebra, láta fylgja með, bara til þess að átta sig á. Þetta er rauninni allt saman í fleibóin, það er bara að lyfta honum upp og niður á samhverfu ásýnum. Samhverfu ásýn er alltaf mínus b deilt með 2a og það er þá mínus 1 fyrir það alla. Það kemur sénu ekkert við, séð lyfti bara upp eða dregur niður, hliðrar upp eða niður, það er eina sem séð gerir, svona í skilningi teikningana. Og svo hérna, við erum að segja söguna af þessari jöfnu. Hún er nefnilega í bókinni eftir Cardano Ars Magna. Þegar hún var að reyna að átta sig á tvinntölunum. Hann spyr sko, félagi, hvernig er ég með tölu? Kallum hana bara tölu, p. Hún er, það slum byrja öðruvísi. Hérna með töluna 10. Og ég ætla að skipta henni í 2 hluta, þeir þurfa ekki að vera jafnir. Annar heitir S og einn heitir T. Hvernig á ég að velja S og T þannig að margfeldið ST verði sem mest? Og ef maður hugsaði þetta smá stund, þá getur maður bara gert tilraunir. Allt í lagi ef S er 4, T er þá 6, það verður að vera 10. Þá er S sinnum T 24. Þannig að ég prófa þá eitthvað annað. S er 3 og þá verður T að vera 7. 3 svo 7 er 21. Þannig þetta er ekki tölunar. 5 og 5. Prófum það. Ef S er 5, T 5, það fáum við 10. Og þá er S sinnum T 25. Svo getum við bara prófað alla möguleika og komum stað í að flatamáli verði mest. 25. Það er ekki hægt að ná meiri út úr þessu. Og hvernig var þetta að nota þetta? Það er svona að segja að við verðum að hérna með svona horn. Þetta er í bakgarðinum hjá okkur. Og ég á eina spýtu. Hún er 10 metrar að lengd. Ég ætla að hafa hænur hérna. Ég vil setja hænur. Gagg. Ég ætla að búa til gerði. Það er svo hérna 10. Ég hef bara þessa spýtu hér. Hvernig fæ ég sem mest flatamál gerðisins?
með því að prófa alla hugsanlega möguleika þá fæ ég sem mest út úr bakgarðinum. Ef ég vel S jafnt og 5 og T jafnt og 5 þá er til dæmis ekki skynsamlegt að saga spýtuna svona til að þetta veri 7 og þetta veri 3. Jú, kannski er það allt í lagi, en þá fengi ég bara flatarmáli 21. En það væri kannski verra ef að ég hefði þetta 9 og þetta 1. Þá fæ ég bara flatarmáli 9. Þá er ég kannski komin í garðinn hjá nágrannanum. Þannig að það er ferningur sem að gefur mest af flatarmáli. 5 og 5 og þetta er kannski eitthvað meir í ættu hænu. Eða ref. Og það sem að Cardano gerði var hann sem að vélaði upp úr Tartaglia stammaranum. Hvernig sé ég þetta nú eiginlega? Ef ég til dæmis margfaldaði gegnum þessa hérna jöfnu með S þá fæ ég S í öðru pluss ST jafnt og 10S. Og þá sjáum við að þarna er annars stigs jafna því að T-ið er bara 10 mínus S. Hérna. Og þá getum við sett það hérna inn. Þá höfum við S í öðru pluss S sinnum 10 mínus S jafnt og 10S. Þannig sjáum við þetta er ein og sama jafnan. En allt í lagi. Það sem að Cardano skrifaði síðan í bókinni sinni var þetta. Ég er hérna með 2 tölur, S og T, og þar var skipting á tölunni 10. Get ég fengið flatarmálið 40. Og svo skrifar hann þarna á Jesús eða sér bak og fyrir. Sko, auðvitað er þetta ekki hægt því að mesta raunverulega flatarmál sem hægt er að fá 25. En ef ég segi nú allt í lagi að ef að ein hliðarlengdin sem að S sé þá 5, hin verður að vera 5. En ef ég hugsa þetta nú svona, kannski teikna ekki þessa mynd, en allavega hér er 5 og hér eru rauntölur, svo förum við út fyrir rauntölurnar. Segjum allt í lagi. Sko, hvað er 40 langt frá 25? Það er 15. Og ætla ég að fara hérna 15 upp. Og bæta því við hérna. Og þá hérna 15 niður. Ég veit ekkert hvað þetta væri í hænsnakerfinu, en ef ég margfalda núna S og T, þá fæ ég 5 pluss í rótina 15 og 5 mínus í rótina 15. Og þetta er bara samanregla, fæ 25, þessar tvær hér, milliliðirnir hverfa. Svo fæ ég mínus í öðru. Og 15 rót, sem er 15, og mínus í öðru er 1, ég fæ 25, pluss 15, það er 40. Þannig að það er hægt að ná, já, það heiti kannski ekki flatarmál í einhvern skilningi, en ég er hægt að ná tölunni 40 út úr þessu margfeldi með einlega tvenntölurnar. Og þetta er akkurat
það sem að gerist til þess að leysa þriðstigsjöfnu að þá þurfum við að hafa fasta summu, hún föst. Og við þurfum líka að hafa margfeldi þessara liða sem að skipta tölunni. En það verður að geta verið hvaða tala sem vera skal. Og það er ekkert merkilegt við þessa tölu 40 sem við höldum, þetta getur verið 100 milljónir eða mínus 17. Við getum alltaf í gegnum tvinntölunar fengi hvaða margfeldi sem vera skal fyrir gefna summu. Þetta var hugmyndin sem breytti heiminum. Nú, nei. Þetta verður að skoða einhvern tímann bara. Þegar við erum búin að negla niður allar tvinntannar reiknireglunar. Þetta er svona sagan á bakvið nákvæmlega þessa hérna jöfnu. Svo. Og svo viljum við fá meira út úr þessu. Var það eitthvað tilviljun að það að þekkja ræturnar gaf okkur leið til þess að þátt annarstismargliðu. Og það er í rauninni ekki nema, já, þar og eftir ölir, menn voru að senda ölir alls konar reikning og segja, nei, það er ekki hægt að þátta þetta, það er ekki hægt að þátta þetta. En ölir, hún tókst yfirleitt að sýna fram að það var hægt að þátta þetta með kannski margliður á ég við sem að hún voru sendar. Nikolás, einn af Bernoulli ættinni, Nikolás Bernoulli, hann sendi þetta með ölir þessa, x í fjórða pluss, það sem bara a í fjórða. Það er ekki hægt að þátta þetta. Þetta getur ekki fundið neitt. Þú getur ekki fundið eina leið til þess að þátta þetta í 2 liði. Svona. Og sko, það var svona vanga, nei, þetta var í fjórða. Svona vangaveltu sem að leiddu ölir því að fara að velta fyrir sér og náttúrulega fleiri undan það að ræturnar skipti máli. Þetta ölir hafi komið með, við getum bara að tekka á því hvort sé rétt. Hvernig virkar þetta? 2ax pluss a í öðru. Og x í öðru mínus 2ax pluss a í öðru. Virkar þessi? Við þurfum bara að margfalda upp á svigum og tekka. En þetta var lengi vel svona þraut. En það er samt, leiðum manni dettur bara til hugar aðferðin við að gera þetta og sem við gerum núna á eftir. Og þá er eiginlega alveg ljóst að ef við þekkjum ræturnar, þá getum við þáttað margliðina. Nú ætla ég að skipta form bara því að það henta næsta verkefni. Ég ætla að fullyrða að þriðjastigsmargliða. Þetta er nú illa. Þetta var, hvað er þetta? 2 allstaðar hér. Ég skrifa hana svona. Fasta liðurinn, línulegi liðurinn, annars eða tvíveldisliðurinn og þríveldisliðurinn. Að það er þetta þáttana og þetta form hér. Og þetta hér köllum við línulega liði. Það verður eitthvað sem við öður. Þetta var x og þetta var x. Svona. Og þetta lítur þá svona út ef að enginn af þeim eru eins. Ef að 2 ræturnar eru eins, þá getur náttúrulega tekið að samanveldareglum. Þá lítur þetta svona út. Og ef það eru allar eins, þá veitum við líka hvernig á margfalda upp á svigum. Þá höfum við Pascal þrígirningin til þess, eða tvíliðuregluna.
Og þá fáum við skilgreiningu. Við höfum einhverja margliðu og segjum R er rót P, eða núllstöð, það er jafn oft notað. Ef við setjum R inn í margliðuna út kemur 0. Og þá kemur þessi mikilvæga regla. Við getum bara sannreynt þetta með margliðudeilingu, að ef að x mínus r gengur upp í margliðu, þá er r rót margliðunar, og öfugt. Ef við vitum að r er rót margliðunar, þá vitum við að x mínus r deilir margliðunni eða gengur upp í margliðuna. En þannig getum við oft leyst eða þáttað mjög háar margliður, þegar að segja margliður með hátt stig. Ef við finnum rót, og þá getum við reynilega bara deilt x mínus rótin deilt upp í margliðuna. Hún er einhverja formúlu. Þá fáum við einhverju útkomu hérna, q af x, og svo reiknum við og reiknum og deilingin gengur upp. Það verður engin afgangur. Þess vegna er fínt að skoða alltaf sýnidæmi þegar maður er að kynnast nýjum hlutum og taka eitthvað sem er ekkert allt og erfitt. Ég bjóð þetta dæmi nú bara þannig til að ég valdi mér x mínus 2, x mínus 1 og x mínus hálfur, margfaldað allt saman fyrir MATLAB. En ég vissi svarið. En margliðan lítur svona út. Svo teiknaði ég þetta í GeoGebra. Það vill nú reynda þannig til að Jói teiknaði þessa mynd. Því myndin sem ég teiknaði fyrst inn var ekki rétt og ég tók getið því. Maður lagaði það fyrir mig. Nema hvað, ég teiknaði þessa margliðu og svo segi ég hérna, mér sýnist hún hafa rót nálægt 1. Ég veit náttúrulega það var 1, en ef það ekki verið 1, þá ég þurfti að fara að leita. Og þess vegna þurfum við að læra það síðan meir. Ef það er mjög erfitt að finna ræturnar, þá eigum við reiknirit sem finnir það fyrir okkur. Svo hverju helmingunaraðferð. Þess vegna þurfum við að læra það líka. Af því að nákvæmlega þetta, að finna rætur margliðu, er einn af undirstöðu aðgerðum í stærðfræði. En svo ætla ég ekki að þreyta ykkur á því að fara í gegnum margliðudeilinguna. Við gerir ráð fyrir allir kunni það. Nema að bara með innsetningu þá fæ ég út að 1 er rót, það kemur út 0. Þá sé reglan, allt í lagi, x mínus 1 gengur það upp í þessari margliðu. Þessi afgangur verður 0 og ég fæ margliðu af 1 stigi lægra. Ég var að deila með línu upp í 3. stig, þá fæ ég 2. stig. Stig margliðunar lækkar um 1. Fínt. Þetta sannreyni ég bara með því að fá 0. Reyndar getur LaTeX gert þetta bara fyrir mann með skipun sem heitir polydiff. Þetta verið þægilegt. Og reikniritið á bak við polydiff er í overleaf. Það er ekki hægt að gera þetta beint, maður þarf að sækja þessi pakka og svona. Það er nema hvað. En svo náttúrulega reikna ég þetta út, þá veit ég að þessi hér, við erum náttúrulega bara já, hérna er nýstatur. Hérna, já. Sem sagt við höfum að þessi hér deilt með þessari, gaf 2. stigs margliðu, þessi 3. stigs margliða deilt með línu, gaf 2. stigs margliðu og svo get ég bara margfaldað gegn x mínus 1. En ég er ekki búinn að fullþátta. Ég þarf að þátta þessa hérna líka. En það er ekki erfitt. Reyndar ef ég myndi deila með x mínus 2 upp í þessa, þá myndi það líka ganga upp. Af því að ég veit að 2 er rót. En ég þarf ekki að gera það því ég hef formúlu fyrir 2. stigs margliðu. Og þar með fæ ég 2 mínus hálfan sem rætur.
svo sé ég x mínus rót, x mínus 2 og x mínus innrótin sem þá mínus mínus, plús. Og svo setjum forystutölu hér fremst. Þar með ég búinn að þátta á þetta form. Forystustuðullin A eða stuðullin sem við viljum stundum kalla eitthvað annað, bara sem stendur við hæsta veldið í margliðunni. Og svo koma hér ræturnar. X mínus 1, x mínus 2 og x mínus, minnsta rótin. Svo vill maður stundum bara laga til niðurstöðunar. Hér tvistur og hér ég með hálfan og ég get alveg margfaldað þennan hér við þennan hérna lið. Það bara svona sér dæmi í dæminu. Þetta hér alveg rétt. Tvisvar sinnum þessi. Margfaldin í sviga 2x plus 1. Og þar með get ég sett 2x plus 1 í staðinn fyrir þetta. Og þá er orðin svona snirtilegri, segir maður kannski. Og svo getur maður bara prófað, margfald upp og svíga í MATLAB og við ættum að endurheimta upprunalegu margliðuna. En allir ekki mestar upplýsingar fólgnar ekki þessu hérna, því að ef við höfum alltaf stöðlum við x, bara 1, hérna, sjáum hverja ræturnar eru, lesu það beint út. Ef við ætlum að sjá út hverja ræturnar eru, út frá þessari hérna í öfnu, þá spyrjum við hvað gerir þetta 0 í. Já, við setjum 1 inn, fáum við 0. Ef við setjum 2 inn, þá fáum við 0, og þessi hérna 0. Þá þarf ég líka að finna út hvað gerir þetta 0 í. Og þá þarf ég að sjá út, tvisvar hvað plus 1 er 0, og það er mínus hálfur. En ef ég hef þetta hérna form, sem er mjög æskilegt til þess að sjá ræturnar beint, þá get ég lesið þær beint í jöfnunni. Það er 1 sem gerir þetta 0, 2 sem gerir þetta 0 og mínus hálfur sem gerir þetta alltaf 0. Eins og til var sáð. Hér er þannig að margliður ákvarðast fullkomlega af rótum sínum og forystustuðlinum sem að hét þá hér A. Þá kemur taka þessa sönnun hérna líka og það er mjög eðlilegt að hérna átta sér nákvæmlega á því hvað er að gerast. En við ætlum að sanna þessa hérna reglu. Það er að segja þessa hér. Og þetta er tvíleiðing. Það er að segja þetta hérna merki þýðir að þetta sé forsenda, að ég skrifa hana svona og þetta er afleiðing. Þannig að þetta er jafngilt, þá getur þetta verið forsenda og þetta er afleiðing. Þannig ég þarf að sýna báðar áttir á leiðingunni. Og nú ætlum við að sanna þessi reglu. Og ég ætla að nota þetta hérna, sem má kalla almennu samanhverfregluna, til þess að klára málið. Því að x í veldinu n plus 1 mínus r í veldinu n plus 1, það ákvarðast af svona kíkisröð. Ef við hefum hér margliðu sem lítur svona út, x í veldinu m, x í veldinu m minus 1 sinnum r, plus x í veldinu m minus 2 sinnum r í öðru, og held ég áfram, hér vantar plus. Við sjáum hvernig summa veldana er alltaf m, eins og við sáum þau voru með tvíliðregluna. Þannig að þessi er einfaldar, er alltaf einn hér alls þar, sem stuðull við hverja einliðu. Hún lítur x sem breyt og r sem bara einhverju tölu. Að við verum eiginlega sannfærst að þessi hérna jafna sér sönn. Við getum ekki bara slengt þessu svona á ykkur. En við vorum aðeins búin að undirbúa það í annarri eða þriðju viku og við skulum þá bara búa þessa reglu snöggvast til.
Það er auðvelt að eiga hana á góðum stað. Það er ekki með blað. Inn er pláss. Allt í lagi. Búum þessa reglu til. X í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1. Þetta er x mínus r. Greinilega mjög öflug regla því að hún þáttar fyrir mann. Og svo að hér k hleypur frá 0 og upp í m og hér voru með, skiptir ekki alveg öllu máli hvort maður skrifar, alveg eins og í tílureglunni, hvort maður skrifar r í veldinu k og x í veldinu, hvað maður ekki liðir, m mínus k, eða hvort maður hefur x í veldinu k og r í veldinu k mínus 1. En af hverju segi ég það að við eigum að geta búið hana til tiltölulega léttilega? Við vorum með svona verkefni einu sinni. Deilið, sem þetta sé ykkur stærð. 1 mínus t, deilið því upp í 1. Og svo gerðum við þetta heima. 1 mínus t, deilt upp í 1. Og svo sögðum við, til að 1 upp í 1 er einu sinni, margfald tilbaka. Og fáum 1 mínus t, draugum frá til þess að ákvarða það sem afgengur. Og þetta er náttúrulega ekki margliðu deilið sem gengur upp. Þannig að við fáum hér t. Þannig ef við hættum núna, þá höfum við sannað, eða sýnt fram á bara, við höfum bara að reikna, 1 plus t og afgangurinn 1 mínus t. Þannig þetta er satt. En svo ef við heldum áfram og sögðum allt í lagi, ég ætla að deila aftur. Og þá ég að deila 1 mínus t upp í t. Og hvað gengur 1 oft upp í t, spurðum við, það er t sinnum. Svo margfaldur tilbaka og fáum hvað? T sinnum 1 og svo hérna mínus t í öðru. T sinnum, t sinnum t og svo mínus t í öðru. Finnum hvað gengur af. Það er alltaf svona módúlareikningar, leifareikningar og þá fáum við t í öðru. Þannig að í staðinn fyrir þetta getum við skrifað t. Og nú sjá okkur afgangurinn. T í öðru á móti 1 mínus t. Enter. T í öðru á móti 1 mínus t. Svo sáum við að það er engin ástæða til þess að hætta og við getum bara gert þetta eins oft og okkur langar til. Fáum hérna t í öðru, t í þriðja. Þá erum við búin að framkvæma reiknið til þrisvar. Og svo t í fjórða. Og svo bara eins oft okkur listir. Segjum við endum hér, hvað er að segja? M. Ég veit að m sinnum. Þá verður afgangurinn t í veldinu m plus 1. Hérna hættu við á móti 1 mínus t. Svona. Þannig að við byggum þessa formúlu til frá grunni. Og við notum hana ótrúlega oft í stærðfræði. Vegna þess að, ætli að við taka hérna 1 skref. Nú erum við búin að æfa okkur í sumurítætti. Þetta er eins og að segja k hleypur frá 0 upp í m. Við getum segja t í veldinu k. Bara knöpp framsetning á þessu hér. Og svo plus t í veldinu m plus 1 deilt með 1 mínus t. Og það er þá náttúrulega jafngilt að færa þennan lið yfir á nyrstu hliðina. Og þá höfum við 1, og það er samnefnt, mínus t í veldinu m plus 1 deilt með 1 mínus t. Þetta er k hleypur frá 0 og upp í m.
t í veldinu k. Og við töluðum það að þetta var eina mikilvæga formúlunum í stærðfræði. En þetta ekki almenna samanregla. Þá, til þess að ná í hana, þá skulum við segja, í staðinn fyrir t, við myndum ekki gera þetta svona í MATLAB, þá myndum við hafa þetta öfugt, en allt í lagi. Og þó, t verður, ekki að prófa bara r á móti x. Hvað gerist ef við setjum þetta inn, r á móti x í staðinn fyrir t? Við gerum það. Til að setja inn í þessu hérna formúlu, r á móti x, þannig þá er 1 mínus t, ekki t, það er r á móti x, allt í veldinu m plus 1, og hér 1 mínus r á móti x. Ég ætla kannski bara að einbeita mér að vinstri hliðinni fyrst, það er kannski skýrara. Bara þessu hér. Og nú nota ég bara veldareglur, gerir samnefnt, fæ 1 mínus r í veldinu m plus 1, deilt með x í veldinu m plus 1, þá get ég alveg tekið 1 skrifu n, fæ hérna x í veldinu m plus 1, mínus r í veldinu m plus 1, allt saman deilt með x í veldinu m plus 1. Þetta er teljarinn, stórt deilistrygg, nefnarinn x mínus r, deilt með x. Og þetta er á forminu a, b, c, d. Eða brotabrott. Og ég skrifa það sem a á móti c, sinnum d á móti b. Þannig ég fæ x í veldinu m plus 1, mínus r í veldinu m plus 1, allt saman deilt með x mínus r, sinnum x á móti x í veldinu m plus 1. Og x í veldinu m plus 1 þýðir x í veldinu m sinnum x. Þannig að það styttist hérna út x-ið. Svona. Þetta er vinstri hliðin. Hægri hliðin. Hérna. Hún er alltaf miklu léttari. Það er, já, bara að setja r á móti x í staðinn fyrir t, k, telur frá 0 og þetta eru m sinnum. Og svo setjum ég hér r á móti x í veldið k og ég get svo sem hætt, en kannski ég sá betur hvað að gerast ef ég nota bara veldareglur. R í x í veldinu r í veldinu k ætlaði að segja á móti x í veldinu k, og það hentar verkefninu að skrifa þetta svona. R í veldinu k sinnum x í veldinu mínus k, mínus upp í veldi því þetta er bara deiling. Til lagi. Þetta hér og þetta hér er það sama. Þá er líka við margvalda í gegnum það með x í veldinu m, þá fæ ég að x í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1 á móti x mínus r er ekki margvalda í gegn með x í veldinu m, þá fæ ég x í veldinu m hér og hér er þá það sem er gamla hægri hliðin, k hleyp frá 0 upp í m, r í veldinu k, x í veldinu mínus k og margvalda svo kannski x-ið inni, það er ekkert k hér, þetta er ekkert háð eins og hleypur, þannig ég má bara nota reglur raðir og margvalda inni og fæ k hleypur frá 0 upp í m, r í veldinu k, x í veldinu m mínus k. Það er bara að skrifa reglun upp, ég ætla að hreinsa. Svoleiðis að
x í veldinu m plus 1 mínus r í veldinu m plus 1, aðeins að færa þetta niður, er x mínus r sinnum þessi margliða. K hleyp frá 0 og upp í m, r í veldinu k, x í veldinu m mínus k. Og þetta er, sjáu þið bara, algebruæfingar og það á ekki vera neitt hér sem við kannumst ekki við. Það getur vel verið að einhverjum finnst þetta snúið, en ég held samt ekki. Ekki ef maður bara fer eins í gegnum þetta. Og það er nú það sem ætlast til okkur endanum að vera áðum við þessar fimleikaæfingar í algebrusnúningum. Sem sagt, þetta er reglan sem við nota og við sjáum að þetta byggir allt á þessari einföldu athugun sem var með fyrst, bara margliðu deilingun. Hvað gerist ef ég deili með línu upp í fasta? Það er ekki hægt margliður almennt, en í þessu tilviki skóp það fyrir mig jöfnu sem ég get notað til þess að búa til aðeins öfluga sönnun. Þá skulum við bara fara í gegnum hana og segja þetta gott. Nema hvað, að þetta hér er þægilegt að kalla bara eitthvað. Það heitir alltaf Q hjá mér. Hér höfum við innliðu og svo bara dregin frá henni fasti. Hún er í veldinu m plus 1, stig þessara einliður m plus 1, stig þessara margliður m plus 1. Og þegar við þáttum, þá fáum við margliðu á einu stiginu lægra. Hér. Við sjáum bara að þetta er margliða. Mjög þægilegt form. Laga þetta í overleaf síðan. Þetta vantar eitthvað. Nú skulum við sanna þessa leið. Allt til að ef einhver lína eða línulegu liður gengur upp í margliðu P, kannski getum við komist að því með margliðudeilingu, þá er þetta hérna R þannig að maður setur það inn í margliðuna sjálfa og kemur út 0. Það er ekki augljóst að þetta sé rétt. En það er gott að vita þetta. Þetta er, ég veit að þetta þátt hana svona. Nú ætlum ég að athuga og ég set R inn í margliðuna, sem sagt staðinn fyrir x-i, fæ ég út 0. Það getur nú ekki annað gerst. Ég set R hérna í staðinn fyrir x, þá kemur R mínus R sem er 0. Flott. Þannig ef hún er á þessu formi hér, þá veit ég að R er rót. Set bara R í staðinn fyrir x. Hin leiðin, og það er hún sem er minn gerviðari. Ef einhver tala er þannig að þegar maður setur hann í gefna marglið og komur út 0, þá þarf ég að sýna að x mínus r deili margliðunni. Þannig að segja gangi upp í p af x og ég nota margliðu deilingu, þá er ágangurinn 0. En það er mjög erfitt einhvern veginn að gera þetta almennt fyrir margliðu deilingu, þannig að við þurfum að hafa einhverja aðra tekni. Við þurfum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og svo þegar manni dettur til hugar, til að p af x, það er margliðan, ef ég dreg p af r frá, þá breytir það ekki nokkrum sköpuðum hlut niðurstöðuna, því að það er gefið. Já, nú er ég... Hvað er forsetan? Já, gefið að p af r sé 0. Þannig ég bara bæta 0 við. En svo við sjáum aftur og aftur í stærðfræði að bæta einhverju við listilega, sem sagt bæta einhverju við á listilegan hátt, að maður að kasta vægi mismunarins á kannski sitt gott staðinn. Og þá fær maður ofta eitthvað nýtt.
Þetta margliðan og þetta hér 0. En ég hreinlega dreg saman líka lið og þátta og sé ég að x mínus r sem fórstu stöðlinn margliðan. Flott. Getið notað þessa aðferð áfram. Margliðan núna svona C0, línleiðliðurinn, tívældisliðurinn og gefið við sett r inn í margliðuna fæði 0. Nú nota ég nákvæmlega sömu aðferð á þann. Og ef þá að p af x bara p af x mínus r. P af x mínus p af r, af því þetta 0. En það gefur mér samt nýja leið til að setja margliðuna fram. Hér þá p af x, svona bara fellið í svigan og þá gerist eitt að fasta liðurinn, fasta stöðlinn, fasta liðurinn, C0, hann hverfur alltaf. Þannig að hér hef ég C sin x mínus r, það þessi hér og þessi hér teknir saman og x í öðru mínus r í öðru með C sem fasta stöðul. Og þetta bara venjulega samanhverfreglan, en svo þekkjum hana x mínus r sin x plus r. Og þá x mínus r í báðum liðum, það 2 liðir. Tek þá út fyrir sviga og skil allt sem hann alltaf fer ekki, sem hann dreifur út fyrir sviga, fór á langt, skil það bara eftir. Síðan mér mjög áhugavert að skoða þá margliðu. Getur hún eitthvað sagt manni meira eðli margliða, en maður veit að r rót, en ekki núna. Nú heitir þetta bara Q, þetta bara margliða af einu stiginu lægri, heldur en margliðan sem við byrjuðum með. Þetta var annars stigs margliða, þannig að þetta lína. Þannig að þetta Q-ið og það ákvarðast bara ætna eftir að jöfnu. Flott. Þannig að þetta greinilega alltaf hægt að vera með línur og ef við með annars stigs margliðus að þátta. Hvað þriðja stigs margliðus? Beitum bara nákvæmlega sem aðferð. P af x. Svo eitthvað tala til sem við látum sem við séum búin að finna. Og við setjum hann í margliðuna þá 0. Þetta sem sagt rót. R eða rót. Þá náttúrulega þetta áfram P af x. Skrifum út hvað margliðan drögum frá P af r. Fellum svigan og fasta liðurinn hverfur. Skrifum þetta þá án fasta liðurins. Drögum saman líka liði, hérna C1 og C1, notum dreifreglu það, C2 og C2, tökum C2 til sviga, C3 og C3 og fáum það hér hjá 3 liði. Nú kemur almenna samanhverfregla sér vel, við stillum henni bara upp og sjáum að Q-ið okkar lítur þá svona út. X í öðru, XR og R. Alltaf eins og í, nú maður skólaði bara Pascal-þríhyrningin eða tvíliðregluna, nema nú einhver tílistuðlar, þetta alltaf 1 bara. Mjög einföld. Þannig að við erum að skoða x í fjórða. Þá skrifum við x í fjórða og x í þriðja. Nei, þetta var ekki þriðja. X í þriðja og r í fyrsta. X í öðru, r í öðru, því að summa veldisvísuna verður alltaf að vera 4. Þetta r í fyrsta. X í fyrsta, r í þriðja. X í 0, r í fjórða. Svona Q-ið. Gott. Og svo þetta nákvæmlega sama hugmyndinu áður. Hérna höfum við 1, 2, 3 liði. X mínus r, x mínus r, x mínus r þáttur í öllum liðum. Tökum þáttur í sviga og skiljum allt hitt eftir. Þetta hvað hæstaveldi af x? X í öðru, þetta annars stigs margliða. Hún heitir bara Q. Nema hvað? Og við ætlum að sýna að við getum tekið x mínus r allan línulega þáttinn út fyrir sviga. Nú tökum við bara almenna tilvikið og svo segjum við þetta gott. Nú erum við að gera þetta almennt. Þannig að hér höfum við endlastigs margliðu. Endlastigs margliða þá summa af einliðum.
það verður að vera n+1 margar. Hér erum við fasta liðin, línulega liðin, tvíveldisliðin, alveg þangað komum upp í, x í veldinu n með forystustuðul Cn. Þetta gerum við bara til þess að geta sett þetta fram á knöppuformi. Getum skrifað þetta sem röð. En við vitum að við setjum r inn í formúluna, það kemur út 0. Það er forsendan. Svo gerum við nákvæmlega sama. Px er px mínus 0. Svo skrifum við þetta út á knöppuformi. Nú svo notum við dreifireglu fyrir raðir. Þá getum við tekið allt sem er eins. Það er summutáknið og CK. Við getum hugsað sem svo út fyrir sviga. Þá er eftir x í veldinu k, r í veldinu k. Þetta er komið inn. Og þetta hérna, x í veldinu k mínus r í veldinu k, það vitum við hvað er. Það er hér. Nema hér stendur k. Þá heitir hún ekki qm, heldur k mínus 1. Við verðum bara að nota þessa reglu uppi, almennu samanburðarregluna. Þá mögum við taka x mínus r út fyrir hvern einasta lið. En að því við höfum ekki beint áhuga á þessu nákvæmlega hvað þetta er, heldur þetta bara einhver margliða stiginulegri heldur en p. Þá köllum við hana bara q. Og hérna megum við færa til veldisvísuna í staðan fyrir að telja, liðvísuna fyrirgefið. Í staðan fyrir að telja frá 1 upp í n, það er að telja frá 0 upp í n mínus 1. Það sýnir okkur líka á hvaða stigi margliðan er. En ef við náttúrulega lækkum hlauparan hér, þá verðum við að hækka hann inn í forlíkjunni. Þannig ef við erum með CK hérna, K byrjar í 1 og er fyrsta talan hér C1. Ef ég byrja að telja í 0, þá var ég að gera ráð fyrir því svo ég fái rétt út. Það verður að koma út 1 því ég set fyrsta lífvísin, þá hækka ég þennan á móti. Ef ég lækka þennan 1, þá verður ég að hækka þetta hér. Segjum bara inn í forlíkjunni. Eða inn í röðinni. Búið. Kassi. Hvað hefur við sýnt? Ef við þekkjum rótina, þá getum við fundið með margliðu deilingu næstu margliðu. Alveg ótrúlega öflug setning. Hún er reyndar svo öflug að hún er kölluð undirstöðusetning algebrunar eða grunnsetning algebrunar. Og hún gildir fyrir alltaf margliður. Hérna er hún sett fram á hátt sem er kannski aðeins erfiðara að eiga við, hún er jafn rétt fyrir því, en þau tók, ég ætla ekki tekið á annað 100 ára, sanna hana almennilega, þó að maður er bátt með að trúa því, að sér hver margliða að stigi n hefur nákvæmlega jafn margar tvintölurætur og stigið segir til. Það þýðir bara það að við erum með einhverja margliðu. Við getum alveg hugsað þetta sem x, svona venja að setja setu hér. Þetta er bara einhver margliða. Ef við getum fundið ræturnar, þá getum við þáttað hana svona. Þá séum við þetta gott. Það var nú bara 5 mínútna fyrirlestur. Haldið það sé einhverjar spurningar þetta? Var eitthvað í þessu sem var mjög erfitt? Kannski er erfiðasta í þessu bara algebran til þess að búa til almennu samanburðarregluna. En það er bara smá algebru leikfimi sem er hollt bara að æfa sig. Ég vona allir séu sammála því. En hitt eru hugmyndir sem voru bara elta. Og sjáum núna hvað við fáum einhvern veginn miklu meiri öflugri tæki með tundurunum.
Flottir. Þá getum við bara haldið áfram að reikna og ég verð hérna og svara fyrir spönnum. Sér þetta gott. Ég voni að tekið þetta upp. Já. Já.